Já, við ætlum að ræða mál ríkislögreglustjóra. Það hefur svo sem nokkuð verið fjallað viðbragð Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur að fastráða manneskjuna sem mikill hávaði er út af að hafi kostað íslenska ríkið 190 milljónir í tveimur embættum Sigríðar Bjarkar. Maður velti fyrir sér meðal annars þeim sem útdeila fjármunum til stofnana, hvort þeim finnst svona peningum vel varið. Og svo eru alltaf áleitnar spurningar heilbrigðiskerfið okkar sem við þurfum reglulega að ræða. Og ég ætla svona að reyna að slá 2 flugur í einu höggi með því að fá hér að rauða borðinu fyrrverandi þingkonu sem getur kannski talað frjálsari en ella í ljósi þess. Vertu velkomin, Jódís Skúladóttir. Takk, kærlega. Við skulum byrja á henni Sigríði Björk. Þú hefur fylgst með þessu máli, ekki satt? Jú, bara í gegnum fjölmiðla, núna síðan í gær bara. Já. Og auðvitað slá þessar fréttir okkur öll held ég. Við erum að tala háar fjárhæðir, við erum að tala sérkennilega þjónustu á köflum. Við erum að tala einhvers konar óráðsíu, held ég að hljóti að vera. Við erum að tala að það ekki farið í útboð og það eru ótrúlega mörg rauð flögg sem að blakta í kringu þetta mál. Og ég held að við séum nú flest sammála það og ég sé að dómsmálaráðherra hefur tjáð sig og ætlar að fara ofan í saumana á þessu. Já. En jú, þetta sló mig verulega og ekki síst vegna þess að ég hef auðvitað unnið talsvert mikið sem fyrrverandi þingmaður, hvar ég sat í fjárlaganefnd, ég sat í allsherjar- og menntamálanefnd og ýmsum störfum sinnti ég sem að lúta að lögreglunni. Þannig að þessi uppákoma er svo sannarlega ekki til að auka traustið. Við vitum vel að lögreglan hefur verið og því er stundum lýst sem algjörlega fjársvelt. Við vitum að staða lögreglunar á landsbyggðinni hefur verið gríðarlega þung og ég hef setið ótal fundi þar sem við erum að fara yfir þessi mál og fá svona upplýsingar slíka fjármuni í einhverja einkennilega þjónustu og ráðgjöf. Það hljómar ekki til þess, eða það er ekki til þess að efla það traust sem við eigum að bera til lögreglunar og bara stofnana almennt sem eru að þiggja sitt fé frá fjárveitingavaldinu. Og þetta eru okkar skattpeningar og þetta eru fjármagn sem við vitum að væri hægt að nýta í gríðarlega mikilvæg verkefni. Mér finnst einmitt góður punktur hjá þér að nefna fjársvelti til lögreglunar. Ég held ég hafi sjálfur tekið þátt í því að skrifa hellingasúleiðis fréttum á langri ævi. Lögreglan alltaf fjársvelt. Alltaf fjársvelt. Svo þarna það er einhver kunningsskapur á milli þeirra tveggja. Það má alveg spyrja sig hvort hugtaki frændhygli einhverju leyti við þetta. Ég ætla ekki að staðhæfa það en það vaknaði þetta spurningar það. Vinnan er eins og þú segir sjálf, hún virðist vera, það er ekkert þak yfir því að liggur við að þessi manneskja, ef hún dregur andan einu sinni þá rukki hún 10 skall, ef hún dregur andan 2 þá ætlar hún að rukka 20 skall. Þetta er samkvæmt þessum gögnum sem að koma fram í mjög góðri frétt Helga Seljan og Freys í gær. Ég hélt að þessi frétt myndi vekja samt töluvert harðari viðbrögð. Eitt af því sem ég furðaði mig á í gær, það var hvað aðrir fréttamiðlar voru lengi einhvern veginn að taka hann upp. Ég skildi ekki að hverju fréttstofa sjónvarpsins ákvaða felana inn í miðjum fréttatíma, hvort það væri ekki fyrsta frétt og svona. Og ég sagði að þú getur talað frjálst vegna þess að það er oft talað svona þöggun embættis manna og klíkunar og það hefur verið svona svolítið varfærni, hún nær alla leið til fjölmiðla. Við erum náttúrulega að tala höfuð lögreglunar á Íslandi, ríkislögreglustjóra.
En einmitt vegna þess að við erum að tala æðsta mann í löggæslu eða konu á Íslandi, þá verður alvaran þá ekki enn meiri? Jú, ég hugsaði kannski svipað og þú. Af hverju þetta ekki stærra? Af hverju þetta ekki meira? Og því miður held ég að hluti af því, það ótrúlega stutt síðan að við fengum hér opinberað gríðarlega spillingu innan lögreglunar þar sem var verið að njósna og einhver skúfufyrirtæki og eitthvað sem var fjallað talsvert í fjölmiðlum fyrr á þessu ári. Ég hrædd að lögreglan sé að einhverju leyti rúin trausti hvað varðar stjórnsýsluna. Kannski komið tíma og sérstakar rannsókn bara á háttum lögreglu? Það þarf að sjálfsögðu til dæmis að rannsaka þessi 2 mál algjörlega í kjölinn og sem að teygja sig inn í ýmsa anga og inn í það mál sneri svo sérstökum saksóknara og það var mjög víðfeðmt að auðvitað það þannig að við sem borgarar í þessu ríki sem við búum í íslenska lýðveldinu, við eigum auðvitað heimtingu á því að hér sé farið vel með okkar fjármuni og að hér sé ekki spilling og vensl og tengsl stýri hvort heldur sem rannsóknum lögreglu eða hvert fjármagn lögreglu fer. Þetta eru gríðarlega alvarleg mál og ég vil alveg gera skörp skil á milli. Hvað þýðir traust til lögreglu? Ef að ég lendi í árekstri eða einhver brýst inn til mín, þá persónulega treysti ég mér til þess að hringi í lögreglunu og fá til mín lögreglu þjóna sem að aðstoða mig og ég ber fullt traust til þessara starfa. En þegar við horfum á heildarmyndina, þegar við horfum á skandal eftir skandal, og þetta ekki fyrsta, annað, þriðja eða 10. málið, ef við færum bara 10 ár aftur í tíman og googluðum eitthvað varðar eitthvað alvarlegt í gangi innan lögreglunar á Íslandi, þá myndum við fá allt of margar fréttir upp. Og það held ég að sé orðið tímabært að rannsaka á þessum grunni. Hvar stendur stjórnsýslan innan lögreglunar? Hvar eru við stödd varðandi traust til hennar sem stjórnvalds eða stofnunar? Hvernig getum við eflt það traust? Og við getum ekki eftir 1 mánuði eða 3 mánuði fengið nýtt forsíðumál það að það sé einhvern veginn rosalega brotinn pottur innan lögreglunar. Lögreglan mun ekki lifa mörg svona mál af hvað varðar traust almennings. Nei. Spillingaransóknir, af því ég svolítið þeim kunnur og hef skrifað bók fyrirbæri, þær sýna það að viðhorf til stofnana skiptir mjög miklu máli hvað varðar svona vilja til að fara ofan í saumana á erfiðum málum. Já. Og bara sem dæmi þá er erfiðara að upprætta spillingu í einhverju fyrirbæri sem við getum kallað Hæstarétt heldur en í héraðsdómi. Og þarna náttúrulega þarna safna saman mikil ábyrgð, mikil vald. Þegar þið voruð, þegar þú varst í fjárlaganefndinni og svo kom aftur á þessu fjársvelti, kvittuðu bara allir alltaf upp á allar fjárhæðir. Við vitum núna að hluta í hvað peningarnir fóru til lögregluna, þeir fóru ekki til gagnlegra. Nei, það náttúrulega aldrei þannig að fjárlaganefnd kvitti bara þegjandi og hljóðalaust upp á hvað sem Við fáum, eða nefndin fékk á sínum tíma og þannig starfa nefndir Alþingis að þær taka til sín gesti, það eru hagsmunaaðilar, það eru þeir sem málið varða, hvaða mál að ræða, sem að koma og við fáum mikið af gögnum og upplýsingum. Við spyrjum líka gagnrýna spurninga og í samskiptum mínum við lögregluna, því að við erum að tala
þú nefnir spillingu, að það hefur verið kallað mjög eftir því af lögreglunni að fá auknar heimildir. Það hefur verið fjallað vopnaburð lögreglu, það hefur verið fjallað hættuna af alls konar glæpastarfsemi og alþjóðleg glæpastarfsemi og lögreglan hér sé ofboðslega vanbúin, við höfum ekki leyniþjónustu, við þurfum að veita lögreglunni bæði meira fé og heimildir til þess að geta gert alls konar hluti, forvirkar rannsóknarheimildir sem að þýða á mannamáli bara eftirlit, hleranir. Með hverjum sem án rökstuðnings? Já, virðist vera og það var mikið debatt á þinginu þegar ég var þar að það ætti að leyfa það að fylgjast með ákveðnum einstaklingum eftir ábendingar erlendis frá án dómsúrskurðar sem að mjög fullkomlega galið og við stóðum mjög gegn. En það sem að kannski skiptir máli í þessu að við fáum mikið af upplýsingum og á mörgum af þessum fundum þá gagnrýndi ég eftirlitshlutverkið. Við höfum eftirlitsnefnd með störfum lögreglu og við höfum svona hin og þessi úrræði, en svo höfum við líka þetta innra eftirlit sem gagnlegt en getur aldrei staðið eitt og sér, og það skiptir gríðarlega miklu máli í svona litlu samfélagi, og ég ætla að leyfa mér að segja á svona litlum vinnustöðum eins og við búum við hér á Íslandi, að ef að þinn næsti samstarfsmaður á að vera sá sem að fylgist með þinni vinnu og svo eru þið bara saman í kaffi. Þú veist, þetta þarf auðvitað að vera einhvern veginn, ytra eftirlitið þarf að vera gríðarlega sterkt og þessi svona, það þarf að skapa þarna fjarlægð á milli og ekki uppáhalds orð stjórnmálamanna þessi armslengd sem oft talað en þetta var eitt af því, og það auðvitað erfitt af því að lögreglustarfið sem slíkt ekki auðvelt starf. Okkur vantar fleiri lögreglumenn og konur, okkur vantar að efla lögregluna. Það eru aðrar og nýjar áskoranir í þeirra störfum. Þetta gríðarlega krefjandi, þetta ekki vel launa, það margt sem að hægt væri að gera fyrir lögregluna og ég held að við séum sem samfélag sammála það, að við viljum að lögreglan geti starfað og unnið í okkar þágu af heilindum. En við verðum þá líka að geta haft allt upp á borðunum og við getum ekki annað hvern mánuð fengir fréttir af því að innan lögregluna sé verið að misnota fjármuni, það sé spilling, það sé einhvers konar innanbúðar dæmi í gangi sem að hefur einhvern veginn farið út fyrir þau velsæmismörk sem við sem samfélag höfum sett okkur. Þannig að þar held ég að við verðum núna að fara að líta dálítið alvarlegum augum á stöðuna. Og ríkislögreglustjóri, ég held að hennar staða óbáslega veik núna eftir þetta mál og ég hef séð því kastað fram í fjölmiðlum að það kallað eftir afsögn og annað, en við verðum að horfa einhvern veginn stærra á myndina og við eigum nú eftir að fara inn á önnur málefni á eftir, en það alltaf þetta sama, við megum ekki festast í persónum og leikandum hverju sinni, fókusa það bara þetta mál, það eitthvað kerfislega að þegar að það getur aftur og aftur og aftur komið upp eitthvað sem að við getum ekki samþykkt, sem að eins og þarna það sé ekki farið í útboð og annað, að það séu ekki góðir starfshættir í gangi, að þá verðum við einhvern veginn að hugsa upp á nýtt, segjum að hún myndi segja af sér, það kemur nýr einstaklingur og eftir ár erum við með eitthvað annað mál af borði lögreglu þar sem að allt fer í fjölmiðla og allt komið í eitthvað þrótt. Við getum ekki haldið áfram svona. Nei, af því að þú talar stöðu hennar, ríkislögreglustjóra,
Sumum fannst hún nú ekki bregðast neitt við af sérstakri auðmýkt í gærkvöld, rétt eftir búið að sýna þennan þátt þegar hún fast ræður, eða ræður allavega, hvað sem að fastráðningu eða ekki, þá sumum finnst að það hefur verið að setja grátt og hana svart, að það skorti svolítið, það var ekki mikil auðmýkt í viðbröðum hennar eða embættisins eða það var bara, nei, ok, ég lagaði þetta þá bara núna með að fastra þessa mannesku og er eitthvað um það að segja? Ég hef nú sagt það við þetta rauðaborð áður að það nú það sem að hefur að mínu mati verið það sem að hefur verið skakt bæði í pólitíkinni, í stjórnsýslunni og víðar skortur á auðmýkt. Við sjáum stóra skelli, við sjáum valda fólk verður uppvíst að ótrúlegum gjörningum og við sjáum ofboðslega litla auðmýkt. Við sjáum meira af hroka, ég ekki að vísa sérstaklega til ríkislögreglustjóra, en það sá ég ekki, hef ekki séð viðtal við hana sjálfa. Þannig að ég nú bara að tala meira almennt að við förum, og það þess svona sem ég að benda á þetta hvað varðar kerfislægan vanda sem að býður upp á spillingu, sem að býður upp á að við förum illa með peninga, sem að býður upp á svo vonda stjórnsýslu. Ef við höfum hannað þannig kerfi, hvort sem að það í sjávarútvegi, heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða lögreglan, það aukaatriði. Ef við erum búin að búa til okkar samfélag, kerfi okkar samfélags með þeim hætti að það sé alltaf einhvern veginn svo auðvelt að fjármunir, traust og samskipti og hvaða leki niður einhverja glöfur, þá grunnurinn auðvitað að breyta kúrs. Í góðu samfélagi virka kerfin. Þegar kerfinu virka ekki, uppkemur hnignun innan vinnustaða og eitthvað breytst í menningunni. Góð menning verður eitruð menning, fólk verður gráðugt, það lítur á peningaríkisins sem sína eigin og það fer að ganga lengra og lengra í því að bæði ráðstafa fyrir að geðþótta eða búa sér til einhverja bjargir innan vinnustaðarinn til þess að ná sér í pening. Þegar kerfi byrjar að bila, þá ætti að vera góðar eftirlitsstofnanir sem að kippa að loga einhver gul eða rauð ljós og það kemur einhver eftirlitsstofnun og segir, þetta ekki alveg í lagi. Þarna erum við að tala um mjög langt tímabil. Já. Og sama tíma erum við að tala um það sem ég nánast kalla dauða blaðamennskunar. Að fjölmiðlar sem áður áttu að vera þessar stofnanir sem áttu að fylgjast með eftirlitsstofnunum, sem áttu að fylgjast með öðrum stofnunum, af því að stundu getur allt brostið, líka eftirlitsstofnanirnar, að sko hlutverk fréttamennskunar eða fjölmiðla orðið svo veikt að mínum að hér. Þannig að sko allt leiðir að einu í raun að sko það má segja samandregið að það sé auðveldara núna heldur en stundum áður að teygja sig, eins og það kallað, í eitthvað sem á að þykja óeðlilegt. Ríkisendurskoðun, hefði hún átt að sjá þetta fyrir? Hefði hún átt að á einhverjum tímapunkti, af því þetta eru miklar fjárhæðir til fyrirtæki sem bara einmanneskja, mjög ólík verkefni á ríkisendurskoðun, átti ríkisendurskoðun að sjá þetta fyrir einhverjum árum? Já, sko ég tek alveg undir með þér að sko eftirlitskerfi þarf að vera mun sterkara. Við þurfum að geta, sko við sjáum sturlunina í því að við erum kannski með eitthvað batteri, tökum ljósið sem dæmi, það hefur verið mikil umræða ljósið undanfarið, sem að veita einhvern veginn gríðarlega mikilvæga þjónustu til mjög veikra einstaklinga og jafnvel dauðvona einstaklinga og þeirra aðstandenda, og við erum að tala einhverja upphæðir sem í samhengi stórumyndarinnar eru ótrúlega lágar.
og ég held að reiði okkar verður svo mikil þegar að við sjáum svo óhóflegu fjármagni glutrað út eða safnast á fárra hendur eða hvað sem það nú þá held ég að við hljótum öll að geta krafist þess að eftirlit sé með þeim hætti að svona get ekki varað árum saman. Einhver tíman, einhver staðar hefði átt að koma upp einhver spurning. Hjá Ríkisendurskoðun? Já. Eða kannski hægt að fela þetta í einhverjum svona bókhalds? Ég þekki ekki þetta mál þannig, en ég held að það sé nú þannig að sko við erum alltaf að vinna á einhverjum ársbasis og einhver tíman hefði einhver staðar átt að koma upp einhver spurning það, í hvað fór þessi þjónusta, var hún nauðsynleg, hver staða lögreglunnar, hvað varðar fjármögnun og hvernig getum við nýtt fjármagn betur? En ég nefndi áðan sko viðhorfsmun á smælingjanum. Já. Það alltaf mikill vilji að hoppa í smælingjana ef þeir eru grunnaðir að hafa nú náð sér í nokkrar auka krónur með óstöðlegum hætti en því ofar sem við erum í metrósteganum og valda og virðingasteganum því erfiðar að virðist vera að upplýsa og taka og bregðast við einhverjum svona málum. Það er saga allra landa bendi til þess. En það er líka ákveðin vandi viðhorf almennings til spillingar að ef það er ekki brúnt umslag fullt af peningaseðlum sem laumað undir þetta rauða borð. Ef ég væri með brúnt umslag og ég myndi borga þér fyrir að koma og einhver gæti haldið fram að við værum einhver brauð í tafli. Það er spilling, segjum við Íslendingar, samkvæmt spillingarannsóknum og viðhorfum, en það er rosalega stutt í nánast aðdáun Íslendinga á því að það að bjarga sér og það að einhvern veginn veri í aðstöðu til þess að bjarga sér og til þess að bæta aðeins ofan á sig í stað þess að við fordæmum þetta, bregðumst við þessari frétt í gær með samstilltu átæki, það er bara mjög erfitt að koma siðferðis umbótum í gegn. Já. Oft í þessu landi og það virðist sumpart vera sem að viðhorf til siðferðis og stjórnsýslu sé annað hér en á Norðurlöndunum þar sem að fólk segir af sér fyrir að borga barnapíu svart 500 kall. Já, og við virðumst hafa að því hún nefnir veika fjölmiðla, ég tek heils hugar undir og rannsóknarblaðamennska á Íslandi á í fyrsta lagi undir mikið högg að sækja og við höfum séð bara gríðarlegar og líka bara aðfarir að blaðamönnum sem að hafa farið út í það að rannsaka stórlaxana Við hömpum oft bóunum en púum á þá sem er að móast við. En ég held að við verðum líka að horfa svolítið í augu við það að meðan að blaðamannastéttin eða sem sagt fjölmiðlar eru það veikir og meðan að við höfum líka og það er auðvitað bara yfirlýst að við höfum nokkra fjölmiðla, þeir eru tengdir inn í ákveðna stjórnmálakræðsu og það er bara það sem allir vita. Þetta er pólariseruð fjölmiðlun. Alveg opbáslega pólariseruð og og til dæmis af hverju er þetta stóra mál ríkislögreglu stjóra þriðja frétt á RÚV? Var mál Ásthildar Lóu stærra mál og samfélagslegra mikilvægara heldur en, hvað sagðirðu, 190 milljónir. 190 milljónir. Já, og þú ert að senda þjóðin ákveðin skilaboð með því hvar þú raðar upp þessu máli. Nákvæmlega. Ef þetta er alvarlegasta fréttin sem Ríkisútvarpið flytur í kvöldsjónvarpsfréttatímanum í gærkvöld, þá er máli númer 1. Já. Og það er svona ýmislegt sem að en ég ætlaði nú ekki að halda þér að
lengur við þetta, við gætum spjallað þetta klukkutími saman. Já, við gætum alveg gert það, en mér langar bara að segja að lokum að því að mér finnst svo mikilvægt og það það sem að svona situr í mér og ég held að það hljóti að vera með landsmönnum flestum, að við sem að þekkjum aðstæður lögreglumanna sem að vinna erfiðustu vaktirnar sem eru einir á gríðarlega víðfeðmu landsvæði, sko það kveiknar í húsi á Akureyri og svo gerist eitthvað annar staðar og þú veist, og lögreglan undirmönnuð og stytting vinnuvikunnar og bara allt kemur saman, að við erum með þreytt fólk, illa launað og við vorum að því í fjárlaganefnd að reyna að kroppa inn krónur til að reyna að styðja við og auka vinnu umhverfi þessa fólks. Þá algjörlega fyrir neðan allar hellur að það sé verið að borga einhverju ráðgjafa fyrirtæki fyrir húsgagnakaup. Þetta svo sturlað að þetta svona þetta særir einhvern veginn sómakend okkar. Tökum þið það. Heyrðu, við skulum þá fara yfir í það nú svo sem ekkert launungar mála. Ég hafði sambandið hana Jódís í gær út af öðru máli en þessu, þannig að við getum lítið á þetta sem bónus bara. Við efni sem ég ætlaði að ræða við og nú erum við þá komin að. Það þú sagðir opinberlega að þú postaðir á Facebook-veginn sögu þinni reynslu af heilbrigðiskerfinu, núna nýlegri reynslu og svona vangaveltum þínum í kjölfarið á þeirri reynslu. Geturðu labbað aðeins yfir þetta mál? Já, ég ætla nú ekkert að fara kannski eitthvað persónulegt í mína sjúkrasögu en ég Endur við ekkert að biðja það? Nei, ég bara að glíma við heilsubrest og hef verið ein af fjölmörgum Íslendingum sem hef dvalið á biðlistum eftir þjónustu mánuðum saman og svo loksins þegar að því var ég sendi einhverja rannsókn og ég mætti fastandi í rannsóknina en hún gat ekki farið fram því að einn læknirinn hafði sagt upp og annar var í leyfi og þriðji var staddur á annarri sjúkrastofnun og gat ekki sinnt öllum málum ein og þetta kom bara eitthvað svo sterkt til mín þar sem ég satt niður á Borgarspítala og horfði á svona flagnaðamálingu og lélega stóla og útbrunnið starfsfólk á hvaða stað við erum og ég fór bara einhvern veginn að hugleiða stöðuna og hvaða sem að ég persónulega ósátt við í okkar forgangsröðun þegar kemur að heilbrigðiskerfinu og bara almennt það er mikill vandi og hann byggir til dæmis á hvað það erfitt að manna heilbrigðisþjónustu en þær leiðir sem að ríkisstjórnir undanfarinna ára og jafnvel áratuga og ég leyfi mér að fara alveg 40 ára aftur í tíman í minni Facebook-færslu. Það sem við höfum verið að gera hér ómarkvisst, það óheppilegt og það hefur ekki skapað öruggari og betri þjónustu fyrir sjúklinga. Og það slegin upp ákveðni glansmynd það að einkareksturinn kom einhvern veginn inn á hvítum hesti og bjargi öllum málum. Já, þar sé allt skilvirkara, fallara fólk líka mann við að segja fínni húsgögn og... Já, ægilega smart allt saman og bara biðlistunum verður eitt. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því að manneskja sem hefur gengið skökk og verkuð árum saman kemst loksins í mjaðmaskiptin sína því að einhver einkastofa getur boðið henni þar framfyrir einhverja röð. Auðvitað þiggur fólk það sem sjúkt. En við höfum hort á stjórnvald undanfarinna ára tala mikið norræna velferð, norrænt kerfi. Við eigum að elta þau, við eigum að horfa til Norðurlandana og við höfum notað þau rök í útlendingamálum og í alls konar málum. Þegar Ísland alveg sér á báti þegar það kemur að einkarekstri í heilbrigðisþjónustu.
og þar enginn að segja neitt. Einkarekstur svo sannarlega til staðar Noregi, Svíþjóð, Danmörku. En þar kerfið allt öðruvísi. Þar eru það skýrar reglur. Það ekki hægt að vera með tvöfalt kerfi. Þú getur ekki bæði verið spítalastarfsmaður og vísað sjúklingnum þínum út af opinbera spítalanum í aðgerð á þinni prívatstofu og há því hvort að sjúklingurinn þurfa aðgerðin eða ekki. Hér erum við með veikt eftirlit, við erum með ósamræmt skipulag á hlutunum og við ólíkt Norðurlöndunum. Þar einkareksturinn tekinn inn til þess að jafna stöðuna, stytta biðlistana og búa til heildstætt samræmt kerfi opinbera og einkaaðila sjúklingunum eða notendunum til bóta. Á Íslandi það ekki þjónustu þörfin sem að ýtir undir einkareksturinn. Það arðsemiskrafan. Og þar skilur á milli norrænnar velferðar og íslensk heilbrigðiskerfis. Og þú talar í færslunni hnignun, þjónustu og mennsku. Já, ég geri það af því að við erum líka, og ég held ég koma alltaf inn á þetta þegar ég kem á rauðaborðið, að við búum í borgríki á Íslandi. Við búum í borgríkinu Reykjavík og allar hugsanir, allt skipulag, allt yfirbygging alls tekin út frá því hvernig hagkvæmast, fljótlegast, þægilegast og best fyrir samfélagið milli hvítanna tveggja að hafa það. Og þetta gengur ekki upp í landi sem með byggð á öllu Íslandi. Það þarf enginn að halda því fram að það sé til dæmis í Norður Noregi eða Finnlandi að það sé rosa mikið af fólki alls staðar þarna nyrst og eitthvað. Þau eru líka að glíma við áskoranir sem snúa að fámennari byggðum, erfiðari samgöngum, dýrara að veita þjónustu, en þar unnið út frá því að það eigi að vera jafnræði íbúa. Það á ekki að skipta máli hvort þú ert að fæða barn, hvort þú búir á Egilsstöðum, Ísafirði eða Reykjavík. Það á ekki að skipta máli ef það springur í þér botnlanginn, hvort þú býrð hér eða þar. Við getum ekki haldið upp í stórum háskólasjúkrahúsum í hverjum landshluta. Það vita allir. En það sem að Norðurlöndin gera, þau hafa til dæmis meira vald hjá hverju svæði. Til dæmis ætti sjúkrahúsið á Akureyri að hafa miklu meira vald yfir sínum fjármunum, sínum ákvörðunum. Sjúkrahúsið á Akureyri ríkis spítali, hann vara sjúkrahúsið. Allar ákvarðanir, allt fjármagn, þetta snýst alltaf allt Landspítalann og kerfið sett þannig upp að Landspítalinn á að vera alfa og omega alls og taka við öllu, en á sama tíma hvorki fjármagn í starfsfólk til að gera það. En ef við horfum til Norðurlandana, að þá erum við með svona stórar stöðvar. Það þyrfti að vera sjúkrahús með miklu meira, við erum alltof það alltof mikil miðstýring hér. Það gengur ekki upp að á tímabilum það raunverulega þannig, Björn, að kona hefur ekki val þegar hún missir legvatnið og fæðingi fer á stað, að þá eru tímar í okkar dagatali þar sem engin fæðingarþjónusta frá Selfossi á Akureyri. Og árið 2025. Og þetta eru bara ákvarðanir. Það fæddust börn á heilsugæslum, það var lítil fæðingadeild, það voru í hverjum kjarna var einhver stórspítali með skurðstofu, svæfingalækni, alvarleg veikindi, langtímaveikindi, stórar aðgerðir, slys, að sjálfsögðu Landspítalinn spítali okkar allra landsmanna. En það að senda dauðveikt fólk til allra meðferða, suður til Reykjavíkur, í öllum veðrum, með handónýtar innanlandssamgöngur, það óboðlegt. Og þetta einn mesti ójöfnuður á Íslandi þessi munur á allri þjónustu og þá fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu milli landsbyggðar og höfuðborgar. En varðandi þennan einkarekstur, þá ætlum ég bara að ítreka það að
við gætum hér verið með enga rekstur að einhverju leiti til þess að styðja við þið opinbera heilbrigðiskerfi. En við erum það ekki. Við erum með arðsemiskröfur ráðandi, við erum með veikt eftirlit, við erum með lélegt regluverk þegar við berum það saman við Norðurlöndin sem að býður upp á, númer 1, tvöfalt kerfi þar sem að ríkir geta komist í þjónustu og fátækir býða og hins vegar það að þetta býður upp á gríðarlega spillingu. Já. Þar sem að heilbrigðisstarfsmaður vinnur hjá hinu opinbera og vísar sjúklingnum á sína einkastofu til meðferðar og rukkar fyrir það. Það er ósamræmt líka greiðslukerfið. Já, og kemur jafnvel í veg fyrir það að við fáum fleiri lækna til landsins, að sumir eru í bara tvöfaldri vinnu í tvöfaldu kerfi og eru með bjargir til þess að afla alveg gríðarlegra fjármuna og með því að þetta kerfi er eins og það er, þá koma þeir í veg fyrir það að við fáum kannski fleiri og fjölbreyttari lækni hingað til lands. Þótt ég sé nú ekki að halda því fram að læknavísindin sé ekki ágætum stað hér. Mér finnst mikilvægt að við horfum til þess og ég ætla að fá að taka það hérna fram að við eigum afburða gott heilbrigðisstarfsfólk á Íslandi og mikið af þessu fólki er útbrunnið. Það er á lélegum launum, það er í vonlausri vinnu aðstöðu og ég er að tala um fólkið á gólfinu og ef að þú myndir vita hversu margir hjúkrunarfræðingar eru að fljúga bara með Icelandair og Play og eitthvað, þetta er staðan. Við eigum miklu fleiri heilbrigðisstarfsmenn sem að bara treysta sér ekki að vinna við þessar aðstæður. Í aðstæðunar. Já. Þannig að grundvöllurinn er alltaf að leggja meiri áherslu á starfsfólkið okkar í hinum opinbera geira og regluverki sé með þeim hætti að þú freistist ekki til að fara eitthvert annað að því að launin eru betri, húsgögnin eru flottari og þetta segi ég í minni færslu. Þetta er meðvituð ákvörðun og þetta er bæði í heilbrigðiskerfi, þetta er í samgöngukerfi, þetta er í öllu. Að ef þú bara sveltir nógu mikið þannig að allir innviðir molna, þá verður svo auðvelt að selja hvíta riddarann sem kemur og ætlar að bjarga öllum með fingrasmelli. Var það ekki Chomsky sem að fyrstur setti það á prentað eða ætlar að undirbúa jarðveg gegndarlausar einkavæðingar, þá byrjar á að veikja kerfi, neyðilegur þau ríkiskerfin, kemur upp neikvæðu viðhorfi, fólk fyrir að tengja hið neikvæða í kerfinu sem er oft vegna fjársveltis við það að það sé bara ekki nógu gott að ríkið sé þessar umsýslu og þá er akurinn klár fyrir einka. Og við sjáum þetta víða, við sjáum það á umræðu undanfarna vikna, við erum að senda börnin okkar til Suður Afríku til fíkniefnameðferðar, við erum að senda sjúklingana okkar í einhverjar aðgerðir erlendis fyrir gríðarlegt fjármagn á meðan við erum ekki að leggja áherslu á að byggja upp hið opinbera kerfi sem hefur aðgang fyrir alla að sambærilegri þjónustu og sambærilegu verði. Þetta eru stóru spurningarna, svo er bara þessi svona hversdagslegi veruleiki sem að blasir við manni, hver kannast ekki við það að eiga barn sem kannski meiðir sig og maður fer á slys og ef þetta er óheppin þá getur þetta bíða í 4, 6, 8 klukkustundir og eitthvað svoleiðis og sum okkar hafa búið í nágrannalöndunum eða bara fjarlægum heimslutum og ég er einn af þeim, ég hef búið í 2 öðrum löndum. Þú myndir aldrei heyra svona sögur frá ríkjum sem að við teljum að við séum við búum betur heldur en þau lönd, það sem almenningi er boðið upp á hér. Nú öll rúmin á göngunum, allt fólkið sem að er nánast inn í skáp einhvers staðar á versta ævipunkti lífs þeirra. Núna er verið að tala um langar biðraðir á læknavaktinni. Þar eru veikindi starfsfólks, kannski er það útbrunnið, ég veit það ekki. Og svo bara mikil veikindi í samfélaginu þarna úti sem að leiða til þess að það er aukna ásókn í þjónustu. Já, og svo þetta býtur líka allt í skottið á sér. Ég heyrði það frá
heilbrigðisstarfsmanni sem að þekkir mjög vel til að stærstur hluti þeirra sem að leitar á bráðamóttökuna sem yfirfull og löng bið og fólk á göngunum fólk með andlega vanlíðan. Fólk í miklum kvíða, fólk í sjálfsvíkshættu, fólk með ofboðslega mikla vanlíðan og einmannakennd. Af hverju þetta fólk að bíða í 6 tíma á bráðamóttöku? Þannig að handleggsbrotin hjólreiðastrákur kemst ekki í myndatöku. Geðheilbrigðismálin þar eru geðheilbrigðismálin. Bara sérstakt mál. Algjörlega. Já. Og ég held að það hafi verið mjög mikilvægt skref þegar við fórum að tengja heilsugæsluna sem fyrsta snertiflöt og að setja sálfræðinga þangað inn, en við þurfum bara að gera svo miklu, miklu betur. Ég veist hvað mér dettur í hug núna. Við vorum að tala fjársvelti lögreglunar áðan og sjá hvernig fjármunum varið. Við vorum alltaf að tala fjársvelti heilbrigðisþjónustunnar. En hvernig fjármunum varið? Þeir kannski bara gæjar alveg hendi tugir þeir að taka 20-30 milljónur á mánuði út af meðal annars þessu tvöfaldakerfi? Ég get ekki sagt neitt það, en við erum alltaf með fókuspunktin bara á bráðamóttökunni og við erum bara með fókuspunktin eitthvað staðar svolítið út á túnni, en það nákvæmlega þetta sem ég ítreka varðandi samanburði við Norðurlöndin, að þú getur ekki á Norðurlöndunum stundast líka, og ég ætla bara að leyfa mér að segja svívirðilega starfsemi, að bæði senda fólk í meðferðir og aðgerðir sem alveg jafnvel óljóst að það þurfi nauðsynlega á að halda, og þetta í alls konar, hvort sem það eru eyrnaveik börn eða mjaðmaskipti eða sjúklingar með áfengisvanda sem eru lögð inn í sjúkrahúsdvöl á sjúkrahúsinu Vogi, en ættu að eiga þar ekkert erindi, ættu að vera í göngudeilda meðferð, skiljiði. Við erum bara að horfa til þess að kerfið okkar, samningar okkar og bara yfir kerfið yfir þetta algjörlega í mólum hér, ef við berum það saman við Norðurlöndin. Og þetta nákvæmlega sem við erum að tala líka hjá lögreglunni. Við búum til aðstæður þar sem að fólk freistast til að ná sér í meiri pening, það glufur í kerfinu þar sem að fjármunir leka út að þess að neitt taka eftir því. Þetta það sem vandinn, en ekki hvort við getum ráðið 10 nýja hjúkrunarfræðinga frá Indlandi, þú veist, allt spilar þetta saman, en við verðum að byrja á grunninnviðunum eins og hinu opinbera heilbrigðiskerfi, að veita fjármunum þangað inn og hafa eftirlitið og regluverkið í kringum það. Þannig að einkaaðilar, einkastofur, samspil sé á milli, þannig að þessir hlutir geti unnið saman, en ekki með þeim hættir sem við erum að sjá aukast gríðarlega undanfarin ár hér á Íslandi. Einmitt. Jódís, kæra þakki fyrir að stuðla frjálsri umræðu. Þú hafðir töluvert fyrir því að komast í þetta viðtal í dag og ég þér mjög þakklátur fyrir langt ferðalag í langri röð, mikil snjókomu. Ég vona bara að þú komir aftur og aftur. Kæra þakki fyrir þitt framlag. Takk, alltaf gaman að koma á rauðaborðið. Nú, við höldum áfram, þótt þátturinn sé kannski beri örlítinn keim af því að það var svolítið erfitt að fá gesti til okkar í dag af eðlilegum orsökum, eins og þið öll vitið. Hér hefur meira og minn allt verið lamað í dag. Samgöngur hafa verið teftar og líf margra farið úr skorðum, en nýrkafli hér eftir andartak, ekki fyrir langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is